Andri Þór Björnsson, Geiringur, þú varst að spila hérna á 66 höggum í dag. Mikið rétt. Hvernig svona, byrjum á því, hvernig svona var þessi hringur hjá þér og dreifur það saman fyrir fólk sem kannski sá ekki allar þessar 18 hólur? Það var svona frekar slysalaust. Ég var mikið á braut, mikið á grínum. Beið þolinmóður eftir birdíum, þeir komu og heldur 5 birdíar, engin skolli. Þannig að þetta var, eins og ég segi, bara mjög slysalaust og þægilegt golf í dag. Þú ert í forystu á Íslandsmótinu, hérna í þínum klubbi á Grafarholtsvelli. Er öðruvísi tilfinning að spila hér á þessu Íslandsmóti heldur en kannski þeim fjölmörgu sem þú hefur tekið þátt í? Jú, auðvitað er þetta alltaf öðruvísi, þetta er heimavöllur. Maður þekkir höggið sem er að fara að slá og getur sagt að ég kann á nokkuð bút og annað, en auðvitað er þægilegt að vera hérna að spila í golfmóti, en öðruvísi en eitthvað annað. Jú, eins og ég segi, bara svona eitthvað, bara ég þekki völlina aðeins betur heldur en hérna kannski. Það var mikið talað fyrir mótið og talað félaga þína í GR, Harald Franklín, Guðmund Ágúst, Axel Bóasson og þitt nafn kemur kannski svona, þú ert kannski svolítið svona sigla undir radarinn. Ertu ánægður með það? Þú ert atvinnumaður og þú getur unnið þessu stráka hverjum degi? Já, það er ekki, þú veist, þetta er bara, þetta er dagsform og annað, þetta er langt mót, við erum bara búin með 36 hólur að nú eftir á þessu móti. En já, það er fínt svo sem. Ég var ekkert að lesa svo sem hvað var í blöðunum eða annað fyrir þetta mót. Ég var bara einbyttað mér að koma mér og gíra mig í gang. Markmiðið fyrir mótið? Bara eins og ég segi, það var bara að spila gott golf. Ég ætlaði bara að, hvað ég var að segja, fókusa á að vera rólegur og yfirvegaður og láta hlutina frekar gerast. Þannig að sjáum bara hvað gerist. Þú hefur spilað nokkra hringi hérna gegnum tíðina sem krakki og svona. Hvernig lýsirðu aðstæðum hérna núna? Þetta er óvenjulegt. Er það rétt orðið? Já, hann er vanlega aðeins mýkri, en hann er ógeðslega flottur. Þeir eru mikið hrós skilið fyrir hvað er að gert í sumar. Völlurinn sjálfur er í svokölluðu toppstandi, það er bara þannig. En hann er harður og það var vindur. Hann var kannski ennþá aðeins að snúa sér í dag líka, þannig að þetta var ekkert létt. Svona lokum, ef við ríðum aðeins upp bara hérna 2009, þá varstu hérna 17-18 ára púki að taka þátt í þessu móti. Já, þetta var annað Íslandsmótið mitt. Ég man eftir því, ég fór til Eyja árið áður. Það gekk ágætlega. Síðan ég held að ég hafi verið ágætur hér. Ég man það ekki alveg. En ég held að völlurinn hafi ekkert verið ósvipað þá. Það var kannski aðeins meira röff. En hann var allan frekar harður, minnir mig þá líka. Og það var vindur. Þú kannt vel við harðan, glerharðan. Já. Það getur maður hitt brautir og fengið smá spinn á brautunum. Ég óskaði bara til hamingju með þennan dag í dag og bara góðs gengis í framhaldinu. Takk fyrir það.